Það styttist í áramótin og áramótaheitin en það misjafnt hversu mikil alvara liggur á bak við áramótaheitin hjá fólki, já og hvaða aðferð menn beita við strengingarnar. Elsta systir mín tók þann sið upp fyrir nokkrum árum síðan að skrá niður áramótaheit sín samviskusamlega í bók, já og reyndar áramótaheit allra annarra í fjölskyldunni. Ég hef samið við hana að segja okkur aðeins nánar frá þessum sið. Gamlárskvöld þannig að öll fjölskyldan kemur. Það náttúrulega misjafnt hverjir eru staddir á landinu og það alltaf það sama. Alltaf sama að borða, það kalkún með tilheyrandi og sama uppskriftin búin að ganga ár eftir ár. Svo höfum við einn leik, það nú misjafnt hvernig hann er. Þú veist, það bara veltur á stöðinu á mannskapnum. Og svo það bókin, það svarta bókin. Og í hana skrifum við það sem okkur langar til að gera á næsta ári eða það sem við ætlum að gera. Skiptir ekki máli hvort okkur langar eða ætlar. Og við förum yfir bókina það sem við skrifum á síðasta ári. Og sem sagt ég les upp úr henni og svo metum við hvort við höfum gert þetta eða ekki. Þannig að þetta eru svona eins konar áramótaheit á bók? Já, það má segja það, sko. Það hefur verið þannig að við höfum skrifað og maður hefur reynt að gera hlutin. En svo, þú veist, gerir maður ekkert endilega alla hluti og þetta nauða ómerkilegt sem við skrifum, þú veist. Þú veist, hvernig þetta maður segir á hverju ári, nú ætla ég að hætta að reykja á næsta ári, næsta ári ætla ég að fara til útlanda, næsta ári ætla ég að gera eitthvað. En við bara skrifum þetta niður. Og heldur að það skipti einhverju máli einmitt að koma þessu á blað, að maður standi freka við það? Skiptir öllu máli. Skiptir öllu máli að skrifa, maður stendur freka við það. Þau áttu þetta á blaði. Ég er alveg 100% á því. Hefur þú staðið við öll þín áramótaheit? Nei, ég hef staðið. En ég hef samt staðið við mjög mörg. Getur þú nefnt dæmi áramótaheit sem að fjölskyldumeðlimir hafa skrifað í þessa bók? Já. Hérna til dæmis 2008. Hætt að drekka kaffi og auka hráfæði og sofa úti í svefnpoka. Hérna til dæmis, mér langar að vera duglegri að hringi í fólk og ég ætla í helgaferð til útlanda. Hérna eitt frábært, hætt að borða majónis, vinn ekki neitt í júlímánuði og nota hann til að ferðast innanlands. Hérna eitt, klára eldhúsið, eyða meiri pening, vera skemmtilegri í svefnherberginu. Já, þetta eru alvöru áramótaheit, heyri ég. Já. Hérna eitt alveg magna. Ég var bara búin að gleyma þessu. 2010 og horfa bara á 2 glæpamyndir á viku eftir klukkan 10 á kvöldin. Á ég hvað við vera? Nei, þetta er ágætt held ég, en hvað, þetta er þá náttúrulega hinn mesta skemmtun þegar farið yfir þetta. Já, þetta er bara sko mjög mikil skemmtun sko, mjög mikil. Og mér skilst að, fleiri vinir þínir hafi tekið upp þennan sið eftir þér. Já, ég veit 2 vinir mína sem hafa tekið þetta upp og bara þökkuðu mér kærlega fyrir að fá þessu hugmynd og bara mjög gaman hjá þeim. En svona lokum, hvert eru þitt áramótaheit þessi áramót? Ég er ekki alveg búin að ákveða það, en ég skal lesa upp það sem ég skrifaði fyrra fyrir og segja hvað ég staði við. Leggja í eina löguna hvítvíni, stóð við það, blanda alltaf 2 nýja koktela í hverju máni, stóð við það, ég keypti koktelabók fyrir mörgum ári síðan og ætla að byrja að nota hana. Ganga frá íbúðaskiptu við Intervak árið 2015. Ég er í svona klúbbi sem skiptir á íbúðum út í heimi. Ég er búin að því. Ég er að fara til Praga á næsta ári. Rækta eitthvað nýtt grænmeti. Ég gerði það og gekk illa. Horfa ekki á sjónvarp einu sinni í viku. Þetta er ég búin að skrifa í 8 ár. Ég hef aldrei staðið við þetta. Og tala ekki illa fólk. Ég hef ekki staðið við það. Ég hef talað illa einhvern.
Þannig að þessi 2 atriði verða kannski aftur á listanum, já. Já, ég gæti trúið því ásamt fleiru.